Jæja, Eva Hauksdóttir, velkomin. Takk. Í þvottahúsið. Takk, þetta glæsilegt hjá okkur. Veistu það ekki? Já, mjög skemmtilegt. Þú ert sko bókstaflega í þvottahúsinu, sko. Það er reyndar hérna bara hinn með vegginn, sko. Þannig að upprunalega ætluðum við að vera í þvottahúsinu hjá Fúsa og hann að hljóðmanni og hann að nema það var bara lítið, við hefum ekki komist þar fyrir, sko. 3 fermetrar. Er þetta eitthvað að vilja endilega vera í þvottahúsum eða? Nei, ég veit ekki, það nafni kom upp allt svo út frá því við byrjum í þvottahúsinu hjá Fúsa. Okkur fannst það vera svona rökrétt, sko. Líka út frá því sem við viljum vera að gera hérna og við viljum vera svo litið að þvo og brjóta saman og fá svona auka svona kannski eitthvað skilning og hinum þessum málum, sko. Velkomin, þú út nornin. Já, ég norn. Og svo sá ég það í dag að þú ert lögfræðingur að mennt, er það ekki rétt? Jú, ég fór í lögfræði á gamalsaldri og það er bara búið að vera mjög skemmtilegt. Já, ok. Starfa sem lögfræðingur núna. Ok. Á svið mannréttindamála þá fyrst og fremst? Já, ég er nú reynda, ég er bara á lögmannsstofu hérna í Reykjavík og það eru ýmis mál en svona minn yfirmaður, Sara Pálsdóttir, hún er mannréttindalögfræðingur og tekur sérstaklega að sér mál sem að tengist mannréttindum og það er bara mjög skemmtilegt en svo maður er líka svona fastu þrotabú og eitthvað fleira, sko, en aðalega mannréttindamál eða eitthvað sem tengist mannréttindum. Er það ekki mun meira gefandi heldur en þrotabúin? Mér finnst þetta reyndar allt skemmtilegt, sko. Alveg bara ótrúlegt að þegar ég byrjaði að þá hélt ég til dæmis að fjármunaréttur væri voðalega leiðilegur en hann er það ekki, hann er skemmtilegur og mér finnst öll þessi svið vera skemmtileg en ég hef náttúrulega mestan áhuga á mannréttindamálum og sérstaklega bæði tjáningafrelsi og líka því þegar ríkisvaldið eða hið opinbera gengur of nærri einkalífi fólks. Já, ég er búið með BA í lögfræði, sko, og komið mikið óvart að svona skemmtilega sem gerði var skattarétturinn, sko. Fyrirfram með maður haldið að það var ógeðslega leiðilegt. En það er svo praktist og það býr til svona að verður, skilur þannig að þú sér svona alltaf fegurina í skattarétturinn, bara sem dæmi, sko. Ég á svolítið erfitt með að sjá það fyrir. Já, en ég meina, svona er þetta, sko. En hvenær altså tókstu þið til að fara að læra lögfræði og sér á gamals aldri, hvað þýðir það? Já, ég byrjaði ekkert fyrir bara 2014. Tók BA-námi við HÍ, reyndar utanskóla þegar ég bjó í Glasgow. Svo tók ég mannréttindalögfræði í Strathclyde háskóla í Glasgow og það var alveg ofsalega skemmtilegt. En var þetta eitthvað sem búið að vera að blunda í þig lengi þá að fara út í þetta? Já, mig langaði að fara í lögfræði þegar ég var mjög ung. En á þeim tíma þá var það þannig að sko það féll bara eitthvað 90% í almennri lögfræði og maður þurfti til þess að fá námslán þá þurfti maður að taka fyrst bankalán og vera með ábyrgðarmenn á því. Ég var einstæð móðir með 2 lítil börn og ég hafði bara ekkert efni á því að falla og það voru bara allar líkur á því að maður myndi falla í fyrstu tilraun þannig að ég fór frekar í íslensku og ég sé ekki eftir því. Það var mjög gefandi og alveg frábær deild allavega á þeim tíma. Sem grunnur einhvern veginn á öllu þínu starfi kannski? Já, það má segja það. Ég náttúrulega til dæmis í þessu íslensku námi að þar tók ég nú áfanga sem að hét bara Galdrar á Íslandi og var sérst hugmyndafræðin á bakvið galdur, rúnir, það hvernig þetta var allt útfært á Íslandi á sín tíma, 17. öld. Og ég hafði náttúrulega alltaf haft gaman að kukli en þetta var svo sannarlega til þess að auka innsýn þann heim og auka minn áhuga á göldurum. Það er haft áhuga á kukli. Hvað þýðir það? Ég er náttúrulega alin upp við dálítið hjátrú og ég trú ekki að neitt yfirnáttúrulegt í dag. En ég trúi því að mannshugurinn
sé öflugri heldur en við vitum. Ég held að sko það bara eftir að koma betur í ljós hvernig það virkar og galdur það þegar maðurinn að reyna að nota huga sinn til þess að hafa áhrif á veruleikann og það fólk alltaf að gera meðvitað eða ómeðvitað og mér finnst bara gaman þegar ég að reyna það að nota fornar rúnir þannig að ég held ekki að það sé einhverjir guðir eða djöflar sem koma að hjálpa manni en eins og hefur nú verið mjög oft svona hluti af þessu en fólk hefur trúið því, ég trúið því ekki en ég trúið því að það gerist eitthvað sem ekki hægt að útskýra röklega. En ertu þá að vinna bara með svona eitthvað sterkan ásetning þá? Já, fyrst og fremst. Áhugavert maður. Það var mjög gaman. Ég rak búð á tímabili sem að hét bara Norðnabúðin og Vestugötunni. Já. Þar sem vorum með galdra í neytendapakkningum, það var gaman. En ég meina, heldur að þetta sé ekki eitthvað sem við eftir að sjá meira bara í framtíðinni þegar við náum að brjóta niður þessa múra sem að ramma einhvern veginn vísindin inn í dag. Við förum inn í skammtafræði og það náttúrulega allt vaðandi í þessu. Ég meina, já. Já, ég meina, það bara rosalega mikið í gangi, þessi, nýaldarhyggja og allt það og margt að þessu bara algjört kjaftaði og margt að þessu bara svindl og verða að plokka peninga fólki og allt það, þannig fólk þarf alveg að passa sig á þessu en þetta það ekki nýtt undir sólinni og já, ég held að það hvað það sem gerist þegar að við upplifum þetta eins og einhverjar undarlega tilviljun sem við trúum ekki að sé tilviljunir þegar okkur finnst þess að við getum haft áhrif að veruleikan eða lesið hugsanir eða hvað það að sjálfsagt mest að þessu vitleysa en eitthvað þarna og það bara vísindana að finna út hvað það sem gerist og leiðum við vitum hvað það getum við þá kallað það galdra? Nei, ekki lengur þá það vísindi galdrar ekki vísindi en galdrar upphafið af vísindum Ég hef áttið þessa umræðu með henni Sónal, dóttur minni hennar bara það var gærið fyrir þetta, þá vorum við að ræða þetta með hugsanalestur og ég var að segja henni frá sög frumbyggja Ástralíu og þetta voru veiðimenn og þeir lágu kannski á grúfu og voru að bíða eftir bráðinni kannski marga daga í einhverjum runna eða í einhverju hólu og þeir voru kannski tveir og þeir þurftu að eiga samskipti, þeir þurftu bara að eiga sér stað hljóðlaust og sagan eins og ég heyrði þá voru þeir hæfir til að eiga samskipti sín á milli án orða það bara þeir eru búin að gera þetta 1000 sinnum og líka já, en með þetta svo geggja ég skilji og svo segir henni frá því þessi það talaður að við séum að nota bara 10% af okkar heila getu og svo framveg þetta mjög áhugavert já, en allavega þarna út rithöfundur líka hef ég skrifað hérna hjá mér allavega Ég skrifa helling, ég hef ekki gefið út marga bækur, ég hef gefið 2 bækur en ég alltaf að skrifa eitthvað reyndar verið svona frekar mikið í pásu undanfari, ég byrti samt einn pistil á Vísi í dag Já, einmitt En þessi síða, altså Nornin hvað þarna Þetta bloggið mitt Já, ekkert smá blogg Hvað þarna inni? Hvað að gerast þarna? Já, og af hverju? Þetta bara svona dagbók eða skilur þú meikst hvað ég meina? Ég byrjaði að blogga svona fyrir alvöru 2002 held ég hafi verið hafði áður svona byrt kannski 1 pistil ég byrjaði að gera þetta svona fyrir alvöru þegar að mér var boðið að blogga á Annál sem var vefur guðfræðinga og það var nú félagi minn sem að stakk upp á því ég kæmi þarna inn bara vegna þess að þetta var allt orðið svo eintóna til þess að svona fá eitthvað einhverja svona meiri breytt í það sem var að gerist á þessari síðu þannig að ég byrjaði það var það aðalega að skrifa svona trúmál og samfélagsmál út frá einhverju siðferðilegu sjónarmiði ég er trúleysingi var eini trúleysingi sem var að skrifa aktíft það voru nokkrir sem voru tóku mikið þátt í umræðum á kommentakerfinu en svo fór ég að skrifa persónulega dagbók fékk mér mitt eigi blogg og fór að skrifa persónulega dagbók og svo bara þegar að ég hætti því þegar að
Facebook tók við þá var ég komið miklu meira út í svona pistla samfélagsmál og það sem inn á þessari vefsíðu minni nord.is, það svona ekkert allt sem ég hef verið að skrifa allir þessi ári en hérna mjög mikið af því, allir svona sko bitastæðstu pistlarnir eru þarna og ég skrifaði samfélagsmál bæði hérna svona það sem varðar velferðarkerfið og vinnumarkaðinn og ýmislegt svoleiðis ég hef mikinn áhuga á valdatengslum en þarna bara sérflokkur sem heitir Andof og yfirvald mikið af því sem ég skrifaði í kringum búsáhaldabyltinguna þar og svo ég með hérna, flokk sem heitir Lög og réttur og kyn og klám, það nú allt feminista dæmið og ég hef verið svona kannski dálítið áberandi í andmælum gegn feminisma og ég með þarna sér flokk sem heitir hérna, trúmál og hérna pólitísk hugmyndafræði þannig að það svona bara kennir ýmsa grasa En sko, hvað það sem keyrir alla þessa vinnu? Þetta bara einhver rík réttlætiskennd eða? Já, það jú, það bæði réttlætiskennd og svo líka ég hef bara mjög mikla þörf fyrir að tjá mig, láta mína rödd heyrast, mér langar til að hafa áhrif og þegar það eitthvað að gerist í samfélaginu sem vekur áhuga minn þá finn ég bara hjá mér hvöt til þess að tjá mig það, ég get ekki hugsað mér að vera í flokkapólitík eða einhverju slíku, þetta bara svona mín leið til þess að hérna, koma því á framfæri sem að ég hef að segja Heldur þetta skilja árangri? Það sko einn pistil skilar aldrei neinum árangri ekki þegar maður ekki hérna með nein völd og ekki á þingi að neitt slíkt en það skilar einhverjum áhrifum þegar maður alltaf að hamra sama járnið og í mínu tilviki þá hérna þá tel ég að ég hafi haft áhrif á umræðu feminisma ég búin að fá alveg nógu af þeirri umræðu ég búin að segja allt sem ég þarf að segja en já Má ég ekki koma inn á það? Jú, það má alveg koma eitthvað inn á það sko. En ég tel að þar hafi ég haft áhrif mér fannst sko þegar ég fór að tjá mig svona markvisst feminisma þá var mér bara gjörsamlega farið að misbjóða hérna, alls konar rangfærslur í umræðinni það mátti orðið ekkert gagnrýna feminisma og hérna, fólk þorði það ekki fólk var hrætt að hérna, vera bara álitið hérna, vont fólk og stuðningsmenn ofbeldismann og eitthvað slíkt sko, ef að það andaði einhverju orði gegn þessu og mér finnst bara svona, þau viðhorf að hafa breyst og ég held að ég hafi kannski opnað svolítið þarna, eða átt þáttið í að opna þá umræðu. En þetta ekki alltaf sem gerist þegar þú ert með eitthvað skekkju í eináttina þá þarftu svona eitthvað ákveðið momentum sko, akkurat í hináttina til þess að ná tilbaka og skapa jafnvægi, það ekki bara það sem hefur gerst? Jú, það sem hefur gerst og hérna, það var alveg sín tíma mjög mikil þörf fyrir feminisma eða ég myndi segja sko kannski jafnréttisbaráttu frekar á Íslandi og svo sannarlega víðast hvar í heiminum ennþá þörf fyrir kvenfrelsishreyfingar og kvenréttindarhreyfingar vissulega og það þarf stundum eins og segir að fara svolítið langt hvað eru öfgar? Öfgar ekkert annað heldur en það að víkja dálítið langt frá norminu og það bara þannig með alla mannréttindabaráttu og hún hefur unnist með því að hérna fólk fer miklu lengra heldur en það samfélags að telur eðlilegt og það það sama sko þegar að manni finnst einhver baráttu vera komin út í vitleysu þá þarf kannski líka bara að hérna ganga alltaf langt til þess að náði tilbaka náði tilbaka maður fer náttúrulega aldrei alveg tilbaka við viljum ekki fara aftur til 1920 Nei, kannski ekki það sjálfstu heldur meira sko, í átt að einhvers konar jafnvægi sko. Í rauninni átt að einhvers konar niðurstöðu sem að við sækjumst í byrjun sko. Einmitt ég las einhvers staðar sko, þá talaður sko, hvað sem hugtækið dólgsfeminismi mér fannst þetta
mér finnst þetta bara mjög áhugavert orð og mér finnst þetta að vera svona persónulega fannst mér þetta að vera mjög lýsandi með hvernig svona femínísk öfl allavega voru en eins og segja, mér finnst þetta búið að vera að breytast alveg rosalega mjög hratt sko upp á síðkastið, það ekki rétt? Jú, já, kannski það hefur alltaf bara verið þannig með þessa femínísku umræðu, hún kemur í bylgjum ég ekki vissum að hafa eitt eða neitt beinlínis gengi tilbaka í þeim viðhorfum, það mjög sterk femínísk hreyfing á Íslandi og feministar hafa mjög mikil ítök bara í háskólanum í stjórnkerfinu og allstaðar og ég held ekki að hafi orðin eitt svona bakslag þar eða neitt slíkt en það svona umræðan kemur svona svolítið í gusum og réttinda barátta hinsegin fólks kannski hefur sko feministar hafa verið að styðja þá baráttu sem bara gott mál og þessi svona ríka réttlætisbarátta hefur kannski svona meira snúið á þeim hópum heldur en sérstaklega konum svona undanfarandi 2-3 ár þannig að ég held að við erum alveg eftir að sjá fleiri bylgjur af því sem að ég kalla dólgafeminisma, hann ekkert dauður sko. Það held ég ekki. Hvað með kallmennsku? Ég mitt. Þú veist, ég talandi um einhverja svona skilgreiningar sko. Ég hef neitað að skilgreina mig sem feminista þó ég aðhyllist algjöru sko í rauninni bara jafnrætti, algjörlega óháð kyni og trúarbrögðum og þess aftar og ég hef skilgreint mig sem sko maskulínista. Myndirðu segja það sé rangt? Já, mér finnst það rangt. Mér finnst mjög rangt að vera hvort þú kallar það kvenhyggju eða karlhyggju að sko maskulínismi, hvað það eins og þessar karlréttinda hreyfingar sem að sem hafa kannski verið að koma fram sem eitthvað ansvar við feminisma það ekkert geðslegri það ekkert geðslegri að fara að umpóla og fara að hegða sér eins og hópurinn sem var að mótmæla. Já, en það sem þú lýsir hér og nú, það ekki bara þessi skerta kallmennska eða eitraða kallmennska? Hvað eitruð kallmennska? Já, sko, því að sko, ég lít svo á að eitruð kallmennska í rauninni ekki til því eitruð kallmennska sama sem fyrir mér skortur af kallmennsku og þegar ég upplifi mig sem kallmann og skilgreini mig sem kallmann þá lítið svo á að ég beri með mér í rauninni 2 öfl. Það eitthvað sem að snýra að efni eða einhvers konar styrk og þrautsegju innan efnisheims en svo andinn eða hið kvenlega í mér sem kallaði sko femína sem snýra að mýkt og sem annars konar þrautsegja líka sko. Því ég get líka skilgreint þrautsegju sem sko mýkt að hleypa inn, fattarðu? Já, hvað sko eitruð karlmennska, ég hef einhvern veginn voðalega lítið hér talað svona jákvæða karlmennsku. Já, það það sér hann að fallast eftir. Hún til? Það held ég hluta að vera. Ég mjög hrifin af karlmennsku. Ég vil ekki að minn maður sem einhver kettling. Nei, svona öllu gamni slepptu þegar að þessi umræða eitraða karlmennsku, þegar það sem feministar að tala það alveg sanngjarnt að benda á það að þegar að eiginleikar sem hafa verið taldir karlmannlegir, áhættu sækni, átakasækni og einmitt þrautsegja alltaf þegar það fer út í ofbeldi, þegar það fer út í eitthvað ógeð. Það má svo sannarlega benda á það en mér finnst svona eins og þetta hefur verið lagt alltaf upp þannig að það sem karlmannlegt sé bara orðið sko eitrað út af fyrir sig og ég ekki sammála því. Til eitthvað sem heitir eitraða kvenleiki? Hvað segir þið það? Hvernig eitraða kvenleiki? Já, ég veit ekki. Ég upplifði það. Sko eitraður bara það sem þú talar sem dólgsfeminisma. Það hef ég upplifað algjörlega. Fórnarlambshyggja? Það að stjórna öðrum með því að koma inn sektarkennd og upplifa sjálfan sig alltaf sem og útmála sjálfan sig alltaf sem fórnarlamb. Það kannski
meira taktík sem að konur nota til að sína yfirgang, getur það verið? Já, maður velti því svona fyrir sér. Ég sé ekki að við komist eitthvað mikið áfram ef ég verið að tala eitraða karlmennsku eða eða útmála alltaf karla sem eins og þeir ber alltaf ábyrgð á allri ógefi veraldarinnar. Ég sé bara ekki að þjóðum tilgangi. Ég samt trú að við séum að leiðin í mjög breytta tíma hvað þetta var sko. En þú segist þér að guðleysingi. Sagðirðu trúleysingi eða guðleysingi? Hvort sagðirðu? Ég er trúleysingi og já, ég hlýt að vera guðleysingi, það er ekki mikill guð í mér. Hvernig skilgreinum við það? Ég gerði tilraun til þess þegar ég var mjög ung, 16 ára, þá gerði ég tilraun til þess að vera trúið. Okay. Ég hef trúarþörf og kannski svona þetta það mitt galdra, það kannski svona birtingamind þess. Ég hef trúarþörf en þegar ég var 16 ára þá gekk ég í Bahai-samfélagið og var bara rosalega virk í því í nokkur ár. Alveg bara við erum að tala það að ég baðist fyrir daglega allt það og þetta var marganátt mjög skemmtilegt og gefandi en það var bara eitt vandamál. Ég trúði ekkert á Guð. Og það er eiginlega alveg vonlist að vera í einhverju svona trúarsöfniði, virkur einhverju trúarsöfniði þegar maður trúar ekki á Guð. Það gengur ekki almennilega upp sko. Las ég ekki rétt að þú fermdist ekki? Ég fermdist ekki. Var það ekki svolítið óvenjulegt á þessum tíma? Jú, það var bæði óvenjulegt á þessum tíma líka því ég bjó út á landi. Já. Ég var eina í mínu bekk sem fermdist ekki. Var það ákveðin sem þú tókst? Já, algjörlega. Það er alveg magna á það að segja. Ég er alin upp í gagnrýni á trúarbrögð. Þetta var ekkert algjörlega það var ekki bara það að ég væri svona rosalega sjálfstæð. Ég var frekar sjálfstæður krakki og allt það en ég var líka alin upp í gagnrýni á trúarbrögð þannig að ég hafði kannski svona betri forsendur til þess heldur en flesti krakkar í kringum mig að taka svona upplýsta ákvörðun. En ég vildi ekki til þessari kirkju og þetta var alls ekkert margir sem að spurt mig hvort það hafi ekki verið erfið ákvörðun að vera svona ein einhvern veginn en ég var alveg vön því var alveg vön því að skera mig úr og mér fannst það aldrei erfitt. En ef þú trúir ekki á Guð hvað trúir þá á? Ég trúi ekki á neitt óáþreifanlegt, ég trúi því að mannshugurinn búi við einhverju mætti sem að við skiljum ekki en ég trúi ekki að hans í yfirnáttúrulegur. En er það trúleysi? Já, þegar ég segist þér að trúlaus þá á ég við fyrst og fremst að ég trúi ekki á persónulegan Guð, ég trúi ekki á fyrirbæri sem í senn almáttugt, algott og alviturt, ég bara sé ekki að þetta gangi upp. Og mér finnst alveg rosalegt hvað þessi hugmynd einhvern svona persónulegan Guð sem að vakir yfir okkur og fylgist með hugsunum okkar og allt það, hvað þetta hefur valdið mikill kúgun í veröldinu. Gríðarlegur ótti. Mér finnst þetta bara frekar ógeðslegt þó svo að mörg trúfélög, margar kirkjur og margar svona hreyfingar hafi gert góða hluti og mikið hjálparstarf á vegum slíkra samtaka og allt það og þá voru þessi hugmynd eitthvað svona ægivald sem ég finnst óhugnuleg og bara, það gengur ekki upp hjá mér að það geti verið einhver slíku persónulegu Guð, það getur vel verið að setja einhver frumkraftur eða eitthvað slíkt en að það sé einhver svona vera sem að hafi áhuga á því hvernig menn hugsa og hegða sér, ég trúi því ekki. Ég tek undir það. Já, ég er hjartalega sammála þessu. Ert þú í þjóðkirkjunni, Davíð? Nei, ég sagði mig á þjóðkirkjunni. Það, gerður það? Já, langt síðan Ég á þess að samar oft við eldri soninn þegar hann að tala Guð, það er búið að planta þessu einhver og planta þessu inn í hann, hann spyr hvað Guð þetta og Guð þín og ég segi bara ég veit það ekki, skilur þú verður bara að finna út úr því sjálfur en ég er svona, mér finnst þetta alveg akút. En er, nú er ég ekki þjóðkirkju sjálfur og líti ekki kannski á mig, ég myndi líta á mig sem svona trúbragðaleysingja. Því ég er ekki trúleysingi og Guð fyrir mér er náttúrulega bara hugtak og ég get skilgreint bara einhvern æðri mátt bara mjög misjafnlega eftir bara eitthvað skapi ég en máttur bænarinnar
þetta ekki í rauninni svolítið bara það sama og við vorum að tala í byrjun, það sem að við erum að díla við eitthvað, við erum í einhverju kukli og við erum með einhvern ásetning og við erum að hafa áhrif á einhvern ytri efnisseim út frá innri kröftum. Jú, þetta náttúrulega nátengt og ég meina í bæna þá hugsar fólk sér að það komi þarna einhvern utanakomandi afl og reddi hlutunum. Já, einmitt. En eru ekki bara þið sjálf? Ég held það. Er það ekki máttur bænarinn? Jú, ég held það en ég hef ekkert meira fyrir mér í því heldur en það sem ég bara held ég get ekki sannað það. En ég, sko, þegar ég var unglingur þá var ég mjög mikið að hugsa þessa hluti því að ég hafði, eins og ég segi, ég hafði trúarþörf og ég hugsaði mér, sko, ég skrifaði á dagbók þegar ég var eitthvað 13-14 ára þar sem ég skrifaði, sko, ég tríði ekki á Guð en ég tríði á Guðdóminn og þá átti ég við þetta, sko, þessa tilfinningu sem að fólk upplifir þegar það stendur frammi fyrir einhverju undri sem að allir upplifa. Þú horfir á listaverk eða eitthvað náttúrufyrirbæri og þér finnst eins og sér bara, sko, í tengslum við eitthvað æðra og ég hafði ég upplifði þetta mjög sterkt og fannst að það væri eitthvað sem að eitthvað svona sem að væri utan við sjálfa mig sem ég leyfði mér að kalla Guðdóminn en ég trúði því aldrei að það væri einhvers konar vera sem hefði áhuga á því hvað ég hugsaði. En það held ég að þegar öllur á botnu kvöld þá erum við að tala bara eitthvað sem í gangi inni, sko. Altså boðefnaframleiðslu og annað þýmlíkt, sko. Já, ég held það og ég held að þetta svo samanleg tilfinning að upplifa það að vera svona sko yfirþyrmdur af einhverju tilfinningu eitthvað stórkostlegt. Ég held að það sé mjög eðlilegt að hugmyndir Guði og einhver aðri máttarvöld spretti af því. Já, ég mynd. Sko, við erum sko, þú talaði líka altså tjáningafrelsi. Já. Og mér man ekki hvernig þú orðaðir það í okkar samskiptum en gafstu það í skyn að þú upplifir það að væri skert. Finnst þú búa við skert tjáningafrelsi? Nei, ég held að, sko, við búum við nokkuð gott tjáningafrelsi en tjáningafrelsi ekki sjálfgefið. Nei. Og það svo ofboðslega dýrmætt og svo ofboðslega mikilvægt, það hornsteinn lýðræðisins og við verðum að passa upp á það. Það eru alltaf átök tjáningafrelsi og svona síðustu árin þá hefur það birst í því að það farið að tala ýmislegt sem hatursorðræðu sem að kannski sem uppfyllir ekki þessi löglegu viðmið hatursorðræðu. Það ekki kannski, það fyrir að tala þessum alla fordóma og afturhald sem að skoðanir sem hatursorðræðu og það verið að reyna að fá það í gegn að fólk að það sé ólöglegt að segja eitthvað ljótt einhverja hópa og það hafa því miður fallið dómar einmitt á Íslandi sem að mér finnst vera mjög vafasamir í þessa veruna. Fólki sem hefur anskotast engin áhrif og eru bara svona einhverjir tuðarar. Það meina bara kommentakerfi allt svo leiðis. Já, og ég nú sérstaklega kannski að hugsa dóminn yfir þjóðernissinnakjánanum sem að talaði svertingja með prik eða eitthvað í þá veruna. Og mér finnst þetta áriðið vafasamt á hinn bóginn á sama tíma og þrengir svolítið að tjáningafrelsinu hvað þetta varðar og eins hvað varðar guðlast. Já, það ennþá í lögum, er það ekki? Hvernig grein í hegningarlögum með þetta? Nei, það ekki guðlast ekki lengur refsivert á Íslandi. En það er hins vegar dómur sem að Mannréttindadómstóll Evrópu felldi í október held ég að verið 2018 sem að mér finnst vera alveg hræðilegur. Það var austurísk kona
óttælugu rasisti og tilherði rasistaflokki og sannarlega manneskja sem að ég sé enga ástæðu til að hampa en hún gagnrýndi íslam og ég get ekki sé að hún hafi gert það neitt ómálefnalega en hún talaði að hún eiginlega varpaði fram spurningu Múhameð spámann sem að samkvæmt trúaritum múslima giftist eða kvæntist sinni yngstu eiginkonu þegar hún var 9 ára þegar hún var 6 ára og fullkomnaði hjónabandi þegar hún var 9 ára og hún spyr hvað köllum við þetta ef ekki barnagirnd, ef ekki pedofíli og hún sem sagt dæmd fyrir þetta í Austurríki hún dæmd fyrir að í rauninni fyrir guðlast það er orðað öðruvísi fyrir niðrandi orðræði gegn trúabröðum eða eitthvað þáveruna og Mannréttindadómstóll Evrópu staðfestir að það sé bara allt í lagi þetta var ekki hörð refsing, þetta var einhver svona smá sekt en þetta eru samt skilaboð sem mér finnst vera mjög vásum á sama tíma aftur á móti þá verðist vera meira og meira umburðarlyndi fyrir því að einstaklingar setja undir svo ærumeðingum tilefnislausum ásökunum frá fólki sem að veit ekkert málin og ég skrifaði mitt pistil sem að byrtist á Vísi í dag getur þú farið hans yfir það? Já, það er hlýðamálið ég er að skrifa dóma landsréttar í þessum ærumeðingamálum sem spruttu af fréttaflutningi hlýðamálinu hlýðamáli það voru menn sem voru grunaðir nauðgun en það var náttúrulega ekki búið að sanna neitt og þeir voru svo sýknaðir en fréttaflutningur var alveg rosalegur af þessum málum og því var meðal að haldi fram að þeir hefði verið með sér útbúna aðstöðu, nauðgunar aðstöðu og það semst fólk sem bara á samfélagsmiðlum fyrir að tjá sig þetta og heldur í frans að staðreyndum að þessi menn séu sekir og það eru þessi dómar sem að fjalli í Landsrétti núna fyrir þessu mánuði þar staðfestir Landsréttur niðurstöðu héraðsdóm það að þetta séu þar hafa farið yfir mörk síns tjáningafrelsis þetta séu ærumeðingar og þessi ummæli eru dæmd dauð og ómerk en hann lækkar miskabæturnar og þessir menn fá á hvaða forsendu? Á þeirri forsendu að þeir voru búin að fá miskabætur áður vegna blaðaumfjöllunar mér finnst þetta mjög einkennilegt mjög lágar bætur og mér finnst var það eini rökstuðningurinn? Það var rökstuðningur, já líka að það var búin að vera mikil umfjöllun sem að hafði kannski hvatt til þess og kannski skilja þeirra í því ljósi að fólk láti slík orð falla þetta er ekki alveg bara þetta er ekki svona þannig að einhver kom bara með ásetningu og ákveði að reyna að rústa mannorðinu það er eitthvað búin að vera ykkur aðdragand og það er eðlilegt að setja ekki til til þess en mér finnst þessar miskabætur alveg fáránlega lágar það er búið að eyðileggja mannorðið og þú voru 100 áskall hvað ruglið það? það er bara í einhver samræmi við neitt Nei og mér skrítið þessi rökstuðninga með þeir hafa verið búinir að fá bætur eða búið að dæma bætur vegna fjölmiðlaumfjöllunar því að ef þú ert með einhverja aðra glæpi ef þú ert með líkamsárás þá þýðir ekkert fyrir þig að koma og sparka í liggjandi mann þegar einhverjir aðrir eru búnir að því og þá þú bara fá einhvern afslátt En varstu búin að koma að þessu máli einhvern tíman áður eða þú skrifar grein sem birtist í dag hefur komið að málinu áður eða? Ég hef sjálf ekki komið að þessu málum Nei, ég hef ekki gert það ég hef skrifað ærumeðingar og sérstaklega þegar við erum að tala ásakaðan kynferðisbrot því það er svo ofboðslega meiðandi þegar að fólk verður fyrir ásökunum sem að svona svívirðilega glæpi bara
mannorðið býði þess ekkert bætur ef að fólk heldur á þessi kynferðisbrotamaður. Já. Þannig ég hef skrifað það áður og ég einmitt ég nefndi það nú í þessum pistli í dag að það var stofnaði sérstakur málfrelsissjóður sem ætlaður fyrir konur og svona einhverja minnihlutahópa sem að tjá sig kynferðisbrotamál á opinberu vettvangi og fá á sig dóma vegna ærmiðinga. Altså til þess að borga miskabætunar? Já, málskostnaði sko. Málskostnaði er miklu herri sko. Já, og ég skrifaði nú einhvern pistil það í sumar held ég að verið. Mér finnst þetta að vera svona dálítið einkennilegt. Ég meina það eru haldnir út hópar svona á Facebook. Já. Séð, sko. Já. Ég finnst þetta svolítið sérkennilegt af því vegna þess að þetta byggir sko ástæðan fyrir að fólk styður þetta, það er misskilningur. Þetta er sett fram og það er lygi, þetta er sett fram þannig að það sé verið að styðja fórnarlömb kynferðisbrota sem að tjá sig og vernda fórnarlömbin gegn því að fá á sig málskostnað og bótakostnað vegna ærumeiðinga og þetta er bara lygi. Það er ekki svoleiðis að þeir sem að fórnarlömbin sjálf sé dregin fyrir dóm og þurfi að sanna sakleysi sitt. Það er ekki þannig. Það er þannig í Bretlandi því miður að það er gengið út frá sekt ef að þú ert sakaður ærumeiðingar og þú getur ekki auðvitað sýnt fram á að þú hafir haft rétt fyrir þér að þess að það verið satt þá er gengið út frá sekt þangað til og getur í rauninni sönnunarbyrðin snúa við. Það er ekki þannig á Íslandi. Ef að kona kemur fram á á samfélagsmiðlum eða í fjölmiðlum og segir þessi maður nauðgaði mér þá er það ekki þannig að hún sé dæmd fyrir ærumeiðingar. Ekki nema að sannist að hún hefur verið að búa söguna til. Já. En hins vegar sko, þá náttúrulega þeir sem eru bara vita ekkert málið og halda þið fram í að Jón nauðgaði Gunnu. Ég veit það, þó ég hef ekki verið á staðnum og þó ég hef ekki fyrir mér í því annað heldur en bara það að ég þekki Gunnu eða ég bara trúi því að konur búi aldrei til slíka sögur. Það er þetta fólk sem verið að ásaka ærumeiðingar og á að hætta að vera dregið fyrir dóm og það er þessi sjóður stofnaður fyrir það fólk, ekki fyrir fórnarlömb í alvöru, þó að þessi haldi fram. En heldur að þessi múæsing og öll þessi umræða hafi ekki miklu leyti sprottið bara svona út af hvað segir maður aðalega út frá þessari umræðum um svona linkind eða stuttum dómum og svoleiðis hvernig kerfi tekur á þessu málaflokk. Mér fannst svolítið að umræðan væri fyrst þannig og svo fór þetta svolítið yfir í allar þessar fabuleringar með íbúðina og allt þetta sko. En það byrjaði með að mótmælin voru og allt svoleiðis sko. Þannig allir þetta sé ekki svolítið sprottið af að því að fólk telur refsingar ekki hæfa glæpnum og svo framvegis og sé tekið svolítið mjúkum höndum utanum kynferðisafbrotamenn og svoleiðis hérna á Íslandi. Þessi umræða sprettur náttúrulega öll af því að mjög lengi voru refsingar fyrir kynferðisglæpi of vægar. Það hefur bara breyst. Það er bara getur rétt að refsingar fyrir kynferðisglæpi séu vægar í dag en hins vegar er sönnunarstaðan alltaf erfið. Og það er bara rosalega erfið að bregðast því. Já, algjörlega. Kerfið. Ég er ekki svo sem ekki að setja út á það skilur en þetta er náttúrulega bara erfið staða sko. Ég veit ekki hvernig kerfið geti verið eitthvað sko því miður þá er það bara þannig að sekir menn sleppa stundum og því hefur náttúrulega haldið fram að það sé bara gjaldið sem við greiðum fyrir það búi réttaríki og því miður að þá sleppa stundum sekir menn og sérstaklega í svona málum þar sem að eru engin vitni og það eru kannski engir áverkar og það er bara mjög erfið sönnunarstaða. Þetta er bara orð gegn orði. Já, og auðvitað hafa þeir sem að hafa hvað hæst verið að bregðast við því. En má það bara kosta það að hver sem geti bara átt á hættu að vera
útrópaðar á internetinu fyrir eitthvað sem fólk getur ekki vita neitt Þetta getur verið stór hættulegt Já, það getur nefnilega verið það sko Algjörlega Ég er enda svolítið á þeirri skoðun að segir menn sleppa aldrei í rauninni í einhverju formi þá þetta hljótaði bara sína refsingu Ég held að það get ekki verið rétt í þér Ég held að segir menn hljóti að sleppa sko En maður þarf þá bara kannski að fara að skilgreina refsinguna sko Það veit hver hún En þú talaður Býtu, hvað, ertu í skilja ekki alveg? Ég er bara svolítið að vísa bara í svona þú veist allt sem ég legg út, hvort það sé að hennu illa eða eitthvað sem gágar eða eitthvað sem tætir, ég fæði alltaf margfald tilbaka ég trúi því, það er mín trú Herru, þú bara komið Dostojevski Já, þú veist þannig að í rauninni að ég trúi því alveg einarlega ég get aldrei brotið á meðbróður eða systur án þess að ég sé að brjóta í rauninni gegn samvisku minni sko. Þannig að einhvern tímapunkti þá stend ég frammi fyrir skuldadögum sko. Og sem mun bara knúa mig á hnén sko. Þannig að ég þarf að fara að svara fyrir sakir mínar sko. Já, sko ég skil hvað þú áttu við en við náttúrulega getum ekki rekið samfélag Ég veit allt um það Ég veit það Þú fær þetta bara tvöfalt tilbaka vegna þess að fara mikið samvinsku með karma sem þetta það gengur ekki með að reka réttakerfið þannig sko. Nei, ég kem ekki En þarna, sko, málvernd þú talar líka málvernd ég er svona svolítið forvitin að vita hvað það snýstum sko, ég náttúrulega fór í íslensku á sínum tíma af því að ég hafði áhuga á íslensku og vegna þess að lögfræði var ekki raunhæf fyrir mig þá og mér þykir vænt þetta tungumál það er bara sko, auðvitað eru tungumál alltaf að þróast en íslenskan er ekki bara að þróast, hún er að stökkbreytast og mér finnst þetta að vera að gerast allt og hratt mér finnst litlar kröfur gerðar til þess að til og með fjölmiðla fólk vandi sig, skrifi fallegan texta skrifi fallegt mál ég bara reglulega sko, þá fæ ég bara kjánarhroll þegar ég les bara fréttir hvað er rillir ég að skrifa og já, ég hef áhuga á málvernd og mér finnst svona auðvitað er það vont þegar verið að nýðast á fólki fyrir það sem einhverja málvillur eða stafsetningavillur þetta er það rosalega vont og ég get alveg tekið undir en með Eiríki Rögnvaldssyni það áhuga ekki að viðgangast að fólk sé bara tekið að lífa á internetinu fyrir það að kunni ekki uppsölureglur en mér finnst mig að gera meiri kröfur til fjölmiðla og ég hef svona dálitlar áhyggjur af því í rauninni að það minnst er orð algengt með krakka að sko þau skilji ekki þau hafa ekki einu sinni sko góðan orðaforða í íslensku þá er ég ekki bara að tala um að þau skilji ekki eitthvað fornmál heldur að þau bregða fyrir sig ensku þar sem er bara til fullkomlega góð íslensk orð og ég myndi vilja sporna gegn þessu Ég vinn í grunnskóla og það sko hópar sín á milli þau og eða einstaklingar þau mikið til eiga samskipti á ensku og við erum ekki að tala um tvítyngd börn við erum að tala um íslensk börn sem að einhvern veginn svona smátt og smátt bara í sko öðrum þriðja bekk þau fara að færa sig inn í ensku í samskiptum sín á milli og það sem ég sé það er altså lélugum málþroski sko, á báðum tungumálum í rauninni sko. Veist, ég sé krakka bara komin á unglingstegi og það sem að þau eru í vandræðum með að finna orðin bæði á ensku og íslensku eru bara varla talandi sko. Þannig að hvað veldur þessu? Hvað er að gerast með okkur? Þetta er náttúrulega eins og ég er ánægð með þetta góða aðgengi upplýsingu sem við höfum þá fylgir það því líka að krakkar í dag eru miklu meira í svona ensku umhverfi þar sem að enska er svona aðal tungumálið heldur ég var þegar ég var alveg stöð það er mikið bara mikið af þeirri afþreyingu sem að
að stendur börnum til boða á öðru tungumáli heldur en íslensku og aðalega þá ensku og ég held að það skipti máli að hvort að íslenskun haldið af þeim eða ekki ég vil svo sannarlega ekki fara að þvinga beit einhverju hörku eða neitt svoleiðis en ég held að væri ég held að foreldrar gerir ekki nógu mikið að því að bæða leiðrétt og líka bara spjalla bara ræða málið sem við notum, hvernig við notum það, af hverju við notum það eins og við gerum. Erum við ekki bara eiga minni samskipti við börnin okkar? Ég held ekki að við eigum minni samskipti við börnin okkar. Ég held að börnum hafi aldrei verið vel sinnt eins og í dag. Þannig ég held ekki að það sé skýringin. Ég held bara að sé oflítill. Já, það minni lestur, skiljanlega. Það bara gott aðgengi að bíómyndum, tölvuleikjum og ýmsu öðru. En ég held að það sé bara ekki nægur áhugi hjá fólki almennt á vönduðu máli og ég kenni fjölmiðlum svolítið það bara það svo litla kröfu gerðar bæði, það alveg sem hvort að tala ljósvakamiðla eða blöðin að það verðist bara vera að þú þurfir ekki að vera talandi eða skrifandi til þess að geta starfa sem blaðamaður eða dagskrárgerðarmaður. Nei, nefnt. Já, þú ert allavega að sýna gott fordæmi sjálf með þínu skrifum. Hvernig spornar maður gegn þessu? Eða skilju, hvað getum við gert? Allavega varandi þá fjölmiðlamenn og svoleiðis að því ég sé þetta með greinina sjálfur. Mikið bara, já, hvað þetta ekki? Punkastafn. Já, bara punkast, já. Ég hef stöku sinnum bent blaðamönnum á þegar hafa verið einhverja hræðilega málvillur í textu hjá þeim og fólk tekur því bara misjafnlega vel sumir gera eitthvað með það og aðrir ekki já, ég held að það sé ekki þetta að gera en að bara reka áróður algjörlega við pössum okkur allavega að sletta ekki neitt Ég bara passa mig einstaklega vel í kvöld Ég slett alveg það allt í lagi að sletta Nei, maður sé líka bara oft við erum að tala við fólkinu og fólk að leita orðum og það finnur enska kannski undan og þetta á bara við alls staðar það alveg eðlilegt að málið þróist og það alveg eðlilegt að sletta eitthvað en það það sem ég finnst vont þegar maður sér enga vandverkni þegar maður sér engan metnað algjörlega Svo fer ægilegi taugarnar á mér þegar að verða til svona tísku orð sviðsmynd, það bara allt sviðsmynd núna, það bara allt útvæðandi sviðsmyndum allstar það ekki hægt að nota orðið möguleiki eða neitt annað, það bara allstar sviðsmynd, orð sem ég heyrði ekki fyrir 10 árum, bara aldrei og fólk hægt að tala saman núna eiga allir samtöl Ég heyrði mér að segja málsmetandi mannski segja í útvarpi daginn að við þurfum að eiga samtal við veiruna. Eiga samtal við veiruna? Hvað mannska við? Ég veit ekki svona hvað það þýðir sem það segja við mig. Nei. Allt ávarpað, fólk alveg hægt að takast á við vandamál eða vinna verkefni. Það þarf alltaf að ávarpa allt. Ávarpa þetta vandamál. Ég misti það hálf samhengislaust, Já. Svo smitast maður að þessu og fyrir að standa sjálfa sig að því að nota eitthvað svona sem maður fyrir skrítið bara hvað kom fyrir mig, ég líka En við erum samt ansett duglega að finna við erum duglega að íslenska orð á nýjum hugtökum og tækjum og dótið, nú bjó ég í Danmörku í mörg ár og þar var bara, ég hefði alveg bara getað verið að tala ensku nánast það var allt bara einhvern veginn bara dansk enskaf við höfum ekki verið mikið í því kannski eitthvað en Íslendingar hafa bara sínt svolítið metnað í nýræðsmið og áhuga mér finnst það ofsalega skemmtilegt algjörlega gaman þegar að koma fram svona einhver vel heppnuð orð sem festast í málinu algjörlega Herðu við það er búið að vera tvennt í deglunni svona hvað þig varðar allavega eins og ég hef upplifað síðustu ár það sonurinn Haukur og svo núna síðast móðin sem hann lést, hvenær var það í janúar? Nei, hún dó í október 2019 ok,
sko, okkur langaði að fara svona aðeins inn á það og við sko í beinagrindinni þá sko vorum við með hann Hauk Hilmarsson og við veitum alltaf ekki hversu viðkvæmt þetta fyrir þér eða hvernig Þetta ekki viðkvæmt. Nei, sko þú veist, ég man eftir ég náttúrulega bjó erlendis lengi og ég bjó erlendis 2008 þannig ég var ekki búandi á Íslandi til dæmis í búsaldabyltingunni og veitur ekkit rosalega mikið svona hvernig stemningin var á þessum tíma en ég skrifaði hjá mér að sko hann kemst í fréttirnar 8. nóvember 2008 þegar hann klifrar upp á þak á Alþingishúsið og dregur upp hann bónusfána handtekinn í kjölfarið mikið læti það reynda að ryðjast inn á lögreglustöðuna til þess að ná hann út og eftir þess að ég skil þá situr hann inni, hann inni tekinn fastur, það var eitthvað óafgreitt eða ekki sem hvíldi á hann sem var til þess að hann var tekinn og settur í fangelsi það var svo setna mér dæmdar miskabætur það ekki fyrir grófa handtöku og svo framvegis og þannig að kannski þú getur kannski svona farið inn í þetta og áður og kannski svona svolítið bara hvað að gerast með hann hvað það sem knýr hann áður því hann svo ungur þegar þetta á sér stað 2008 hver hann Haukur Hilmarsson eða hver var hann? Hauk var rosalega yndislegt barn rosalega bara hlýðnasta barn sem ég nokkuð tíma kynst af sérstaklega ljúfur og blíður og mjög hugsandi ungur strákur hann fær brennandi áhuga á pólitík þegar hann mjög ungur og hann fer út í aktivisma fyrstu svona aðgerðirnar sem hann tók þátt í voru á vegum Saving Iceland og hann fer svo til Palestínu bara rétt 20 og var í aktivisma þar og hann það sem að knýr hann upphaflega það ég held að sé hreinlega bara löngun til þess að breyta einhverju og bylta, hann hafði áhuga á byltingum bara frá því að hann var bara lítið krakki og hann var mjög ungur þegar hann fikk áhuga á náttúruvernd svo fær hann áhuga á Palestínu og fer þarna út og hann í rauninni mjög ungur þegar hann fann að tengja þetta allt saman, allt svona óréttlæti í heiminum við það sem hann kallaði the axis of order og það eru þessi þessi fyrirbæri sem að hann sem stjórna heiminum það sem sagt ríkisvaldið það hervald og það auðvald og reyndar trúarvald líka en hann kemst að þeirri niðurstöðu mjög ungur að þessi fyrirbæri sé eitthvað sem þurfi að berjast gegn og þetta náttúrulega þarna í búsahaldabyltingunni að þar þessi skemmtilega bónusfána aðgerð sem í rauninni svona var til þess að hann var svona þekktur á einni nóttu, hann hafði alveg verið svona í umræðin, það vissu allir svona aktivistar á Íslandi vissu hver hann var en þarna verður hann mjög sýnilegur með þessari litlu, einföldu svona bara skemmtilegu aðgerð og hann hafði fengið dóm vegna aðgerða á Reyðarfirði með Saving Iceland, þar hann klifraði upp í krana og haldið honum í einhverja 8 klukkutíma og hann hafði fengið dóm fyrir það sem hafði aldrei verið fullnægt, það var einhver sektadómur og þeir nota tækifæri, þannig að það þessi bónusfána aðgerð, helgina eftir var búið að plana stóra aðgerð sem að lögreglan virðist hafa komast að snóður því þeir nota tækifærið og handtakan undir því yfirskinni að hann hefði ekki greitt þessa sekt sem hún hafði aldrei verið send út þannig að hann gat ekki vita af því og hann handtekinn á svona frekar ruddalegan hátt þegar hann var bara með skólafélögu sínum í einhverju vettvangsferð og lögreglan hefur líklega haldið að hún myndi afstýra þessari stóru aðgerð þessa helgi með því en í staðið það var ráðist inn á lögreglustöðina bara atburður sem er bara svona einstakur í Íslandssögunni
Hverju stóðu fyrir því? Þetta var eiginlega bara svolítið sjálfsbrótið. Við vorum alveg ofboðslega reið því það var svo greinilegt hvað hafði gerst þarna og á fundi á Austurvelli, einum af þessum bara fundur alla fólksins, að þá fer ég að tala við Hörð Torfason og segja honum frá þessu og hann segir sem sagt, við hópinn í lok fundarins að bónusflaggarinn hafi verið handtekinn og hvetur fólk til þess að fara upp á lögreglustöð og góla svolítið þar sko, bara mótmæla þessu. Við förum upp á lögreglustöð og ég bjóst við að það yrði þarna einhverju vinir, það yrði einhver bara 30 manns eitthvað svoleiðis sko, en það var bara tróð fullt af fólki. Ég bara átti alls ekki von á því að þetta yrði svona fjölmennt. Svo ég bara þarna að tala við einhvern fréttamann þegar ég sé bara að það bara búið að brjótast þarna inn og þetta var gríðarlegu fjöldi. Við vorum búin að vera að reyna að sko fá einhvern til þess að koma út og tala við okkur og það gekk ekki upp. Það átti bara ekki að tala við okkur og þá náttúrulega bregst fólk svona við. Var nýbúið að handtaka á þessum tímapunkti? Hann hefði verið handtekinn kvöldi áður. Já, þannig að hann var búin að vera í haldi þarna einast í sólarhring. Já, hann handtekinn á föstudagskvöldi sko. Bara rétt fyrir þessa aðgerð sem átti að vera þarna á laugardaginn. Og hvað gerist í kjölfarið? Það sem gerist í kjölfarið er að lögreglan beitir piparúða til þess að sundra hópnum og ég fekk fram henni bara gusu og lendi upp á Sleisó og það var þarna maður sem hafði hreinlega áhyggjur af því að yrðu slys af fólki og hann fær að fara þarna inn og tala við Hauk, ræði við hann. Hauk vissi ekki hvað var að gerast. Hann var sko hafði sofnað, hann var í sko hinum enda húsins, hafði sofnað og hafði ekki hugmynd fyrir hann að kemur einhver vekur og hann segir það er maður sem vil tala við þig. Og hann hringir í mig þar sem að ég lá bara upp á slys og var verið að skóla augunum á mér og er bara losa sig hér, það er maður sem vil borga mig út og ég vil það eiginlega ekkert, en hann segir að það sé bara fólk sé að lenda upp á slys og allavega þú sett bara hvað er að gerast, hvað er ég að gera? En ég skil ekki alveg, hvernig er þetta að borga menn út úr? Borga sektina sem hann gömlu sektina frá, ok. Og það er það sem gerist þarna að þessi maður borgar þessa sekt fyrir hann og til þess að binda enda á þetta ástand. Já, einmitt. Ég veit að hver þessi maður var? Já, ég veit að það er alveg vita hver þessi maður var en ég vil samt helst ekki tala um það vegna þess að... Ég skil. Já, einmitt. Ok, sko því að svo fer hann árið 2017 þá fer hann út og það er þetta tímabil altså milli 2008 og 2017 í hver er hann að hrærast á þeim tíma? Hvað gerist á þessum tíma? Á þessum tíma sko þá er hann í alltaf í einhverjum aktivisma og sko hann var með stúdentarhefingunni Öskru og þau gerði ýmislegt skemmtilegt, þau voru til dæmis með samfélagsverkefni sem hét Gáma og þau fóru hirtu mat sem átt að henda bæði úr ruslagámum stórmarkaðana oft verið að henda sko vöru sem er ekki eins og útrunnin og fengu eins líka mat frá veitingahúsum sem afganga sem voru losið við og þau útbúa mat, elda mat og eru með þarna ókeypis mat fyrir utan Hámu á Háskólatorgi og og voru að mótmæla verðlaginu í Hámu með því að gefa fólki mat fyrir utan, Gáma var þarna fyrir utan Hámu þetta bara svona skemmtilegt verkefni, þau gerðu ýmislegt voru að mótmæla því að stúdentar þyrftu að borga fyrir afnota af skólastofun sem funda aðstöðu og þetta var svona stutt að skemmtilegt tímabil hjá honum hann stofnar No Borders á Íslandi hann tók þátt í því að stofna hvað heitir það eftir WW
alþjóðahreyfing verkafólks á Íslandi sem svona aktivistasamtök og svo var hann á þvælingi milli landa líka, hann var í Grikklandi, var þar í flóttamannahjálp og hann náttúrulega var mjög virkur í No Borders og svo endar náttúrulega með því að hann fer þarna út til en var það í þeirri vinnu það sem hann í rauninni fer í hérna samband við, kemst í samband við þessi anarkistasamtök í Aþenu, þá þetta Ruiz já, hann var í Aþenu og var virkur í Ruiz og hann fer hann fer sér gegn Ruiz til Rojava til Kurdistan og við vissum það ekki. Nei, sagði hann ykkur ekki frá því? Nei, hann sagði okkur ekki frá því, hann vissi að við foreldrar hans við hefðum ekki við hefðum gert allt sem við hefðum getað gert til þess að stoppa hann, vegna þess að við vissum hvað hann var áhættusekinn og hvað hann gætt gengið langt, við hefðum aldrei hleypt honum. Við hefðum gert allt sem við hefðum getað til að stoppa hann sko. Þannig að hann sagði okkur ekki frá því. Er eitthvað sem þið hefði getað gert? Það var alltaf að maður getið svipt fólk sjálfræði í svona aðstæðum sko. Það náttúrulega, þetta er ólöglegt. Það hefði sérst verið hægt að stoppa hann og málið svona eftir á að hyggja sko, ég var ofboðslega sár út í sjálfa mig lengi fyrir að hafa ekki kveikt á því vegna þess að hann hafði ofboðslega mikinn áhuga á Kúrdum en svo hann bara líka áhuga því sem var að gerast í Suður Súdan og þú veit, ég eftir á að hyggja sko, þá gat ég ekkert lagt saman 2 og 2 en ég veit líka að sko ef ég hefði vita hvað hann var að gera og ef ég hefði stoppað hann þá hefði það eyðilagt okkar samband sko. Hann hefði ekki fyrirgefið mér þannig að svona fór það bara En hvað er vitað alveg með vissu hvað í rauninni sko, hans ferðalag, í rauninni stutta ferðalag núti, hvernig það fer fram eða hvert hann fer og hvernig svona hans aðgerð í hverju hún felst og hvað svo gerist? Já, við komumst strax í samband við sko, fólk sem var í hans herdeild menn sem voru með honum alveg sko, fram á síðasta dag og það var svona á tímabili vafamál, við vorum að fá misvísandi upplýsingar hvaða dag hans hefði verið saknað, þannig það var hugsanlegt að það hefði verið fyrr í þessum marsmánuði þar sem voru sko vægari aðgerðir og þar sem að fólk var tekið til fanga en það endaði með því við fengum upplýsingar sem þær upplýsingar að hann hefði þennan sama dag sko þá hefði hann verið að koma mönnum í sjúkrabíla og svo skilar hann sér ekki þeirri aðgerð þannig það er eiginlega útilokað að nokkuð annað hafi gerst heldur en að hann hafi fallið í þessari árás En það þegar við aldrei sko, jarneska leifar hafa aldrei fundist eða skila sér eitt eða neitt Það hefur ekkert mátt leita Þetta svæði sem hefur verið undir stjórn Tyrkja síðan að þeir hleyptu aldrei mannúðarsamtökum inn á svæði til að leita að föllnum og særðum og svo náttúrulega kemur þessi veiruskratti yfir heimsbyggðina og nei, það hefur bara ekki verið og sko það er mögulegt að eftir 30 ára eða eitthvað þá finnist eitthvað fjöldagröf en það getur líka allt eins verið að bara villidýr hafi orðið síðan líkið sko Hvernig hafið þið á einhvern hátt hvernig hafið þið prósessað þetta og hafið þið prósessað þetta? Já, við höfum gert það og ég get náttúrulega kannski bara að tala fyrir sjálfa mig það sem hefur hjálpað mér er bara að halda í svona góðu minningarna, ég vil minnast Hauks með hlý og gleði og við eigum gríðarlega mikið af efni hann og frá honum og við höfum fengið óbúslega mikið senda bæði myndum og myndskeiðum og ljóð sem hann hefur skrifað ýmislegt og bara það að taka þessu bara eins og það og vera ekki of mikið að velta sér upp úr því hvað maður hefði geta gert öðruvísi auðvitað koma þær hugsaðum til manns að sjálfsögðu hugsaðum við bæði ég og pappans bróðinans allir
býttu, hefðum við ekki átt að sjá þetta, hefðum við ekki átt að kveikja á því hvað var að gerast og svo þegar við loksins komum staði hvar hann var hefðum við átt að setja lögreglunni í málið eða hefðum við átt að gera eitthvað öðruvísi en það verður ekkert aftur snúi, svona er þetta og það eina sem við getum gert það er að reyna að minnast það sem er gleður lífi. Ég held að sko það hjálpar mér að tala um þetta, við gerðum það ofboðslega mikið og ég held að þeir sem að verða fyrir svona miklu missi, ég held að þeir hafi oft bara mjög gott af því að fara bara í gegnum það, ekkert endilega með sálfræðingi eitthvað, heldur bara með fjölskyldu og vinum að svona ræða það hvernig þeir líður. Og þú fengið færi, þú hefur verið í aðstöðu til þess? Já, algjörlega. Ég líka er í lúxusaðstöðu því leiti að ég á auðvelt með að tjá mig. Ég á auðvelt með að tjá tilfinningar mínar og allt það, já. Og sumir þurfa kannski aðstóð til þess, ég mæli bara með því og fólk verður fyrir einhverju miklu missi að ræða það hvernig þeir líður. Hvað las ég daginn með hana Katrínu Jakobs? Hún gefur það út að hún veit ekki til þess að nokkur Íslendingur hafi verið í stríði eða barist á móti ISIS, var það ekki eitthvað í þá áttina? Það var nú ekki Katrín beinlínis, sko, hún er náttúrulega forsætisráðherra og ábyrg fyrir því sem kemur frá forsætisráðuneytinu og frá þjóðaröryggisráði en það er sem þjóðaröryggisráð gefur út skýrslu þar sem þetta er svona mann finnst það svona svolítið klaufalegt að því haldið fram þar að það sé ekki vita til þess að Íslendingur hafi farið á barist með ISIS og mann finnst það skrítið að þetta var svo rosalega mikið í fjölmiðlum og bara fyrsti Íslendingur í sögu lýðveldisins sem að fellur í stríði og Katrín náttúrulega við vorum náttúrulega í miklu sambandi við utanríkisráðuneytið og forsætisráðuneytið á þessum tíma. Katrín var ásamt utanríkisráðuneytinu gagnrýnd fyrir það að ganga ekki harðar eftir því að gefið leyfi til þess að leita á svæðinu og allt það. Þannig að mann hefst svona dálítið auðmyggjulegt og svona asnalegt en þau báðust afsökunar á þessu og það var gefið út að þetta er leiðrétt og þessi skýrsla er gefin út aftur. Það er ekki það að ég tæki þetta nærri mér að neitt þannig með þetta er bara rosalega hallarislegt, bara óbúslega asnalegt að þjóðaröryggisráð skulle ekki vera með þetta hreinu. Maður fyllist bara öryggiskend, þeir eru svo mikið með puttan á púlsinum. Í hvað, ég meina, þótti þetta ekki ég meina, valla bara glemdu þessu. Nei, ég meina, hvað er málið? Þótti þetta ekki hvað bara margtækt eða, ég meina, hvað lág hann á bakvið? Ég held þetta sé bara fúsk. Ég held bara þeir sem voru að skrifa skýrsluna hafi bara lítið verið að hugsa og ekki nefnt þessu. Bara, þú veist, yfirsést, bara ekki muni eftir þessu augnablikkinu og svo er einhver sem les yfir sem að mundið ekki heldur eða kveikt ekki á þessu eitthvað, sko. Ekki fyrir að einhver blaðamaður í fréttablaðinu fyrir að lesa þessa skýrslu og bara, Þetta eru traustvekjandi vinnubrögð. Valla, sko. Nei. En sko, það er bara, þú veist, ég var eitthvað aðeins að kynna mér þetta í síðustu viku og ég skrifaði þetta með stórum stöfum sko, ég skil ekki hvað hann er að gera þarna. Hver ásetningurinn er. Já, hver ásetningurinn er og við vorum aðeins að ræða það hérna áður nú kemur sko, allt svo upprunni Talibana er náttúrulega bara bændur sem eru vopnaðar á CIA eða bandaríkjamönnum til þess að berjast við Rússa í Afganistan árið 90 og eitthvað. Þannig að þarna eru rauninni bara menni bara í sömu aðstöðu og Kúrdarnir eru svo að berjast við ISIS öllum þessum árum seinna. Við förum bara alltaf í einhvern svona hring. Getum við barist í stríði með stríði? Hvað erum við að gera? Ég veit ekki hvernig á að gera öðruvísi. Hver er alþjóðasamfélagið? Kúrdar eru rosalega kúaðir og hafa alltaf verið og alþjóðasamfélagið hefur algjörlega brugðist þeim. Haukur var alltaf upptekinn af byltingum og það er verið að gera byltingu þarna í Rojava. Það er þessi uppreist gegn einmitt ríkisvaldi, kapitalisma og hervaldið því að ISIS er náttúrulega bara það er sama hugmyndafræði þar eins og hjá talibum. Það er alveg sama hugmyndafræði bak þó að þetta sé aðeins annað fyrirkomulag. Þetta er ekki sama hreyfingin en sama hugmyndafræði. Og ég
það að þessi hreyfing skuli verða til þetta rosalega sorglegt ofboðslega sorglegt því að margir af þeim sem gengur til liðs við ISIS þetta var bara fólk sem átti enga möguleika það var allt í rúst það var búið að missa allt, það voru engir atvinnumöguleika fyrir ungt fólk og þarna ISIS tekst að byggja upp bara hvað maður segja ákveðið velferðarkerfi og fólk gat gengið til liðs við þessa hreyfingu og haft ofan í svo haft öruggartekjur betri tekjur heldur en aðstæður og sko ef þú gerir það ekki þá varst bara fólk þannig að ég hef svona alveg ákveðna samúð með svona hvað maður að segja aðstæðum þeirra ég hef enga samúð með málstæðum ég hef ákveðna samúð með öllu sem grætur og ég hef ákveðna samúð með fólki sem svona, hvað maður að segja leiðist út í þetta en þetta náttúrulega bara skefjalaust ofbeldi alveg gjörsamlega bilað menn voru hálshögnir á torgum úti og aðstandendur neyddir til þess að horfa á það þetta var hryllingur, algjör hryllingur og ég ekkert hissa á því að maður með svona ríka réttlætiskennd og svona upptekin af byltingum og svona áhættusækin eins og Haukur var hafi talið að þarna gæti hann komið að einhverju gagni og manni finnst að þetta undarlegt og að taka upp vopn og ég var sko þegar ég frétta þessu þá hugsaði ég strax það getur ekki verið jú, gengi til liðs við hersveitir Kúrda, hvað merkir það hann ábyggilega ekki vopnaburð hann lítur að vera að hjálpa flóttamönnum eða í rústabjörgun eða eitthvað svoleiðis, það getur ekki verið hann sem er vopn en við vissum það ekki fyrir við sáum bara mynd á hann með byssu Ertu búin að sættast við þetta? Að svo miklu leyti sem að sættist við þetta ég get aldrei verið neitt ánægð með þetta þessi ákvörðun en ég þannig að því leyti sko sátt við það að ég er bara búin að taka það afstöðu ég hefði ekki getað komið í veg fyrir þetta ég hefði ekki getað breytt neinu og þetta fór svona það þýðir ekkit annað heldur en bara að horfast í augu við það við mistum ofboðslega mikið Haukur var mjög kær og allir sem að hann þekkti þótti ofboðslega vænt hann var mjög elskaður og því verður bara ekki breytt við verðum bara svona ylja okkur minningarnar Já Takk fyrir að deila þessu með okkur Það var móðurinn hún fyrir 73 ára móðurinn í kvildar innlögn hvað hét hún? Hún hét Dana og hún fer sem sagt í kvildarinn, hún var sjúklingur hún hefði náttúrulega ekki verið á spítala bara út af engu hún var sjúklingur og hún fer þarna í kvildarinnlögn og kvildarinnlögn það þýðir í rauninni það kannski ekki bráð þörf fyrir læknismeðferð á sjúkrahúsi það stóð ekki til að hún færi inn einar aðgerðir eða neitt slíkt en hún var orðin ófærum að vera heima makinnar var í rauninni ófærum að veit henni þá þjónustu sem og skiljanlega sko en það ekki bara eins og oft með eldra fólk skilju, þetta ekki bara skrefið á undan hjúkurinn og öllu því Jú, hún hefði bara þurft að komast inn á hjúkrunarheimili En hún var hann að þjáðast hún á krabbameini eða það var ekki engin sjúkdómur sem slíkur sem hræða hana Það voru engin lífsógnandi sjúkdómur það var engin lífsógnandi sjúkdómur og hún hún kemur þarna inn til hvíldarinnlagnar í rauninni bara létta álagi bæði af makennar og líka bara álagi af því að vera heima vera að reyna að kljást við þetta án þess að hafa sólarins hjúkrun og sama dag að þá hún sett á lífsloka meðferð sem síðasta stig líknandi meðferðar þarna bara en skilur þekkist það að fólk kemur inn á sem sagt, stofnun, heilbrigðisstofnun
og það bara með þetta samme sent bara í lífsloka meðferð. Þetta ekki einhvers konar verkferðlar eða þrep í þessu? Jú, það eru verkferðlar og það eru þrep, þetta var bara ekki virt. Þá í samráði við bara nánustu ættingja, það hlýtur að vera, ég meina. Já, sko, manninu minna var bara sagt það að hún væri deyjandi og hann gerði sér enga grein fyrir því þegar að hann samþykkir sko líknandi meðferð. Þá gerir hann sér enga grein fyrir því að hún ætti ekki að fá neina hún ætti ekki að fá neina meðferð, enga meðferð við sýkingum, ekki haldið að henni næringu, ekki haldið að henni vatni, hún bara dópuð upp. Og hún var, þegar búið að dæla miklu af ópíóðum í fólk, að þá hættir það sjálft að bera sig eftir næringu og vatni, og ég trúi því að hennar raunverulega banamein hafi verið næringaskortur, ofþornun og auðlæknanlega sýkingar, þakkfæra sýking. Hvað, hefur kom ekkert úr krufningum með þetta? Við báðum krufningu, en var synjað vegna þess að þetta hefði verið náttúrulegar orsakir og það væri engin grunur að neitt hefði verið dularfullt við hennar dauða. Við hefðum geta sko krafist þess að fá krufningu, borga fyrir það sjálf, en þegar hún deyr þá erum við ekki nógu viss það að þarna hafi eitthvað mjög óeðlilegt átt sér stað til þess að við færum þá leið. Svo fyrir við að lesa sjúkraskránunar, systir mín var hennar lögráðumar og fekk sjúkraskránunar, og þá sjáum við bara, þá fyrst í rauninni sem við sjáum það að hún sett á sig lífslokameðferð sama dag og hún kemur inn. Og hver tekur þessa ákvörðun? Það yfirlæknirinn á deildinni, sem var yfirlæknir þá, hann ekki lengur. Hann tekur bara þessa ákvörðun, það hann sem ábyrgur fyrir hennar meðferð. En hafið þið fengið að sjá þá pappíra, í rauninni hverja forsendurnar hafi verið fyrir þessari ákvörðun sem hann tekur? Já. Og hvað? Bara hann hélt að vera að deyja. Hann bara, honum fannst það eitthvað inn. Það er hann ekki að rökstu. Það bara meikar engan sens. Það ástæða fyrir það að maðurinn ekki lengur yfirlæknir hérna. Það bara ástæða fyrir því. En er þetta svona stórkostlegt gáleysi þá, eða hvað liggur á bakvið? Ég skil ekki ásetningin eða hvatirnar fyrir, maður heldur alltaf allir sig að gera sitt besta skilur og vilji sinna sínu starfi og þeir náttúrulega vinnur, hann búin að strengja eið og drengskapar eið og vinnur eftir ákveðnum reglum Já, en ég sé hann ber fyrir sig þekkingarleysi á líknameðferðum. Ég meina, hvað þýðir það? Ég veit ekki, ég lét nú blaðamannins ég held þessu fram að hefur borið fyrir sig þekkingarleysi á líknameðferðum. Ég lét hann nú vita af því að ég hef ekki heyrt þetta. Í þeim pappirinn sem ég hef, þá kemur ekki fram að hann hafi borið því við. Þvert á móti þá segist hann að góð þekking á það. Þannig ég held að þetta er ekki komið frá mér sko, þetta er ekki komið úr skýrslu landlæknis. Ég veit ekki hvaðan blaðamaðurinn hefur þetta. En ásetningur eða gáleysi eða hvað, við vitum hreinlega ekkert meira það í bili. Ég og systkini mín, við lögðum fram kæru hjá lögreglunni á Suðurnesjum, þar sem við byggjum að þetta verði rannsakað sem mögulegt manndráp. Vegna þess að okkur finnst þetta algjörlega óeðlilegt og það þess vegna sem við förum fyrst fram á rannsókn landlæknisembættisins. Það tók langan tíma, en niðurstaða landlæknisembættisins að það hafi ekki verið forsenda til þess að setja hana á lífslokameðferð. Og að það sé líklegt að sú meðferð sem hún fékk hafi flýtt fyrir dauðinnar. Það er niðurstaða landlæknisembættisins. Og þessu var vísað til lögreglu, Heilbrigðisstofnun Suðurnesja vísar þessu til lögreglu. Þeir eiga að gera það ef það er grunur eitthvað saknæmt. En þegar að við leggjum fram kæru þar sem við krefjumst þess að þetta verði rannsakað sem manndráp, þá er lögreglan ekkert byrjað að skoða þetta, þannig að það er varla á þeirri forsendu sem að þeir hafa fengið þetta í hendur. Við náttúrulega fáum ekkert að vita neitt hvernig Heilbrigðisstofnun Suðurnesja lagði þetta upp við lögreglu. Við fáum ekki að vita það strax allavega. Það er bara í ferli þá, hvernig
hvernig verður það framvinda máls? Ég veit ekki hvort lögreglan eitthvað byrjuð að rannsaka þetta. Ég ætla rétt að vona þess að ég byrjaði á því því að það margt sem bendir til þess að þarna hafi eitthvað mjög alvarlegt átt sér stað og því miður við höfum hérna eftir að þetta komst í fréttir og ég tek fram að það vorum ekki við sem að fórum með þetta í fjölmiðla en við hins vegar svöruðum þegar hérna blaðamenn báðu okkur að tala að hérna eftir að þetta komst í fjölmiðla þá fjöldinn allir af fólki sem að hefur haft samband við okkur aðstandendur fólk sem að hefur sambærilegra mála já, fólk sem að hefur bæði fólk sem að hefur dáið á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja eftir að hafa verið sett á líknarmeðferð eða lífslokameðferð án þess að aðstandendur þess telji vera nægar forsendur til þess og líka bara fólk sem að telur ýmislegt annað hafa ferið úrskeiðis, að hafa ekki verið nógu góð hjúkrun, að fólk hafi ekki fengið rétta meðferð, það hafi ekki fengið rétta greiningar. Þannig að það svona eru vísbendingar að þarna sé eitthvað minnstur, það sé eitthvað sem að ekki bara móði mín var fyrir, heldur hafi verið gerð álíka mistök eða átt sér stað álíka vanræksla gagvart öðru sjúklingu líka. Þetta verður rannsakað, landlæknir mjög rannsakað og það þá verið að vísa þá í þennan tiltekna mann í þessum tilfellum? Já. Okay. En á hvaða tímapunkti í rauninni honum þá sagt upp eða missi vinnun eða hvernig sem það og hvað með læknaleyfi og annað? Hann ennþá með læknaleyfi þessi maður? Eða? Nei, hann ekki með læknaleyfi en hann að vinna á bráða lyflækningadeild Landspítalans bara í rauninni á svipuðum forsendum og nemi, hann fær ekki að taka neina ábyrgð ákvarðanir, þar í rauninni bara svona í einhvers konar endurhæfingu og það trufla mig dálítið að þessi maður hann skuli vera í vinnu á meðan og lögreglurannsókn stendur, mér finnst það hefði bara að senda mannin í frí á meðan. En á hvaða tímapunkti missir hann í rauninni altså bæði leyfið sem og vinnuna? Hvað gerist? Sko hann þegar að landlæknir fer þetta til meðferðar þá kallað til óháður sérfræðingur sem fer í gegnum öll gögn, fer í gegnum alla sjúkraskýrslur móðuminnar og lyfjaskýrslur og allt það og skilar mjög ítarlegu og vönduðu áliti og það þarna sko það ekki fyrir sumari 2020 sem að það álit kemur bara í lok sumars 2020 sem það álit kemur og þá fær Heilbrigðisstofnun Suðurnesja tækifæri til að koma með andsvör til þess að svona svara fyrir sig, útskýra hvað hafi gerst þarna þau svör eru bara enga veginn og góð. Það virðist vera eftir það og þá hafi maður verið sendur í frí. Það hafi komið fram hjá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja að hann hafi verið sendur í frí og hann hafi svo sjálfur ákveðið að hætta. En hann ekki með lækningaleyfi í dag, þannig að eitthvað hefur gerst þar. Lítur út fyrir hann hafi verið sviptur leyfi og svo hann þarna í þessari bara komin í einhverja endurhæfingu. Upplifir eins og sé verið að sópa einhverju bara undir teppi? Nei. Mér finnst landlæknir að staðið sig alveg gríðarlega vel. Þetta var ofboðslega vel unnið þetta álit og það ekki verið að sópa neinu undir teppið. En það í boði og þetta eru bara reglur sem að bara sem gilda í landinu að þeir sem að missa lækningaleyfi þeir eiga kost á að reyna að fá það aftur með skilyrðum og undir eftirlit og allt það og eitt af því sem þau þurfa að gera þá að fara í einhvers konar endurhæfingu. Nú maðurinn var bara rétt á því og það trufla mig og ég pirruð yfir því en þetta bara svona þetta bara hans réttur. Mér finnst ömurlegt að menn skuli hafa þennan rétt á meðan mál í lögreglurannsókn en þó að hann sé þessari endurhæfingu þá ekkert sjálfgefið að hann fái réttindi aftur og ég rekna með því að ef að í gangi lögreglurannsókn eða málfæri fyrir dóm eða eitthvað að þá komi það til athugunar þegar að landlæknir svo
þarf að taka afstöð til þess hvort að neyja að fá leyfi aftur. Það er ekki gífulega mikið að koma til að menn missi leyfi bara svona að því að þú segir að þú alltaf nú komist að því að hann væri ekki sem sagt með lækningaleyfi, það þarf mikið að koma til þess að þú verið sett sviptur leyfinu að það ekki. Jú. Þegar það tekið það ákvörðun á byggt á einhverjum sem hefur ekki komið fram staðreyndum eða hvað sem það er. Það er landlæknir sem að sviptir lækna og annað heilbrigðisstarfsfólk leyfi og það er það vantarlega á þeim forsendum sem koma fram í þessu áliti landlæknis að þarna hafi mjög vítaverð vanræksla átt í stað og eitthvað þetta er gífulega íþyngjandi ákvörðun sem hann tekur þarna, skilur hann, það er greinilega skilur við alvar á bakvið. Já, og ég get alveg sagt í þessu áliti að þá það er ekki bara þessi lífslokameðferð þó að það sé alvarlegasti þátturinn. Við erum að tala um rangar greiningar, við erum að tala um að þó að sjúkdómur hafi verið rétt greindur og þá var hann ekki meðhöndlaður, meðhöndlun hefst og svo er hann hætt þegar manneskinn send heim af sjúkrahúsi á hans að vera fær það. Það er líka fundið að hjúkrun margt sem að var ég held, það eina sem að virðist hafa verið svona algjörlega í lagi það er þvottahúsið það eina sem er ekki sett út á. Þannig að þetta stendur þarna núna eins og þetta er hjá lögreglu eins og og ég veit ekkert hvað það kemur til með að taka langa tíma og það er landlæknir á eftir að fara ofan í saumana á þessari deild það er bara svo margt í gangi hjá landlækni svo þannig að hún sagði okkur það að það yrði ekki alveg strax sem yrði hægt að fara svona alveg ofan í saumana á þessu. Þetta var rosalega stórt mál og svo veit ég að það er að koma inn til fleiri kvartanir frá fólki sem að telur sig að hafa svipaða reynslu. Það hefur heyrt alls konar, það var ekki aðeins svo sendur heim, fekk hjartaáfall svo heima og svo framvegis var það ekki Heilbrigðisstofnun Suðurnesja? Það var bara ungu maður, fertugt. Já. Þetta er rosalegt Þetta eru búið að vera rosalega ár hjá þér Eva. Já, þetta er alveg efni ég get ekki ímyndað mig ég get ekki sett mig í þessi spór sem þú ert búin að vera í þegar ég byrjaði að halda út persónulegri dagbók á netinu þá hét hún Reykvísk sápuópera það er bara mér finnst lífið mitt vera svo mikið sápuópera og við fórum aðeins inn á það í byrjun í rauninni hver ásetningurinn er fyrir öllu þessu bloggi og þessum skrifum og að vera að sökkva sér inn í mál og hafa skoðanir og standa uppréttur og benda á og pota hver ásetningurinn er og hvort við séum að breyta einhverju með því ég meina er heilunin í þessu er hún ekki bara alveg eins jafn mikið bara fyrir þann sem skrifar allt þetta sem er að brjótast í manni allt það sem er að upplifa og allt það sem þú ert að gangi í gegnum hefur ekki ríka þörf fyrir þetta að greina það og koma því frá þér í orðum, hvort það sé í máli eða riti. Jú, ég skrifa af því mér langar að skrifa og ég tala af því mér langar að tala og svo vona ég að það hafi einhver áhrif en drifkrafturinn er bara þessi innri þörf fyrir að vera einhvern veginn ákafi í þessu hlutum að vera í umræðinni og svona koma frá mér því sem ég er að hugsa. Já, einmitt. Við erum að komast bara hérna í lokin á þessu. Við erum búin að fara í gegnum alla þessa punta. Það er ótrúlegt. Það er hérna eitthvað, við ætlum bara að leyfa að bjóða þér bara að bæta ykkur við eða eitthvað. En svo er hérna síðasta spurningin, það er rauninni, er ykkur framtíðarsýn? Nei. Sérðu fyrir þér, ertu með eitthvað svona útópíska sýn á bara okkur er einhver uppljómun framundan í þínum plönum ertu eitthvað heima að kukla eitthvað sem þú ætti að fara að henda út til okkar sérðu eitthvað? Ég er alltaf eitthvað að kukla svona fyrir sjálfa mig ég fyrir sjálfa mig þá er nú að bara vonast til þess
að geta haft áhrif ekki bara sem svona penni heldur líka sem lögfræðingur. Ég að vona að ég geti haft eitthvað áhrif svoleiðis sko. Það sem knýr mig er löngun til þess að tjá mig og löngun til þess að greina og löngun til þess að hafa áhrif og það er ágætis vettvangur til þess. Svona fyrir samfélagið þá ég vonast til þess að sjá svona hvað maður að segja ákveðnar jákvæðar samfélagsbreytingar, maður vonast þetta alveg eftir því og því miður sko, þá hef ég bara ekki mikla trú á stjórnmálum eins og eru, ég held að þetta vinstri hægri í stjórnmálum sé rosalega úrelt en við búum við í rauninni alveg ágætis lýðræði, við þurfum bara að passa rosalega vel upp á það og þurfum að og gott samfélag og gott lýðræðisástand helst í hendur við gott tjáningafrelsi, gott upplýsingafrelsi og það að fólk sé stöðugt vakandi og sé stöðugt að gagnrýna, ekkert endilega með einhverju dólg, en að þeir sem að völdin hafa sé ekkert látnir í friði. Og ég vonast bara til þess að sjá fleiri góða hluti gerast. Ég vona að við þurfum ekki að taka upp rosalega hörku gagnvart einhverjum kjánum sem eru að tjá einhverjar afturhaldssama skoðanir á netinu, en ég vona líka að við þurfum ekki að sitja upp með það að hver sem geti saka okkur einhverjar hræðilega glæpi hans við getur öndið reist. Það er svona tjáningafrelsið og það hvernig haldið á völdum í þessu landi, það er eitthvað sem ég hef áhuga á og ég bara vona að við sjáum meira gott og vont í þeim efnum, en það er ekki neins svona sérstök framtíðarsýn, ég er ekki með neina útópíska hugmyndum hvernig Íslands samfélag verði eftir 10 ára eða neitt slíkt. Það voru ótrúlega gaman að fá þérna. Við erum búin að vera mjög líka bara svolítið svona átakanlegt og svona dýft og þungi og það voru mjög gaman að hitta þig. Já, takk sömuleiðis, bara mjög gaman. Er eitthvað meira svo? Nei, þetta er bara frábært, nóg að melta. Algjörlega. Nóg að klippa? Nei, ég er ekki sem að klippa svo mikið. Nei, það var frábært að fá þig. Og ef að fara í vallega, kýru vallega heim. Gaman að sjá þig. Ok.